svo heppin að geta skipt fundarstjóra á hverju fundi. Við höfum mikið mannval í stjórninni og núna Agnes Geirdal óbúndi að gera þessu fundi í kvöld. Gjörðu svo vel, Agnes. Takk fyrir og velkomin. Við erum auðvitað með rosalega stíft plan og tímafæstingin þannig að ég ætla bara að biðja Björn að standa aftur upp og taka orðið hlutverk félags skógareigenda á Suðurlandi. Heyrið í mér svona eða? Já. Gott mál. Bara fyrst af öllu að þetta ágætis félag skógareigenda á Suðurlandi, það var stofnað í mars 1992 og þá var ég yngri maður í námi í Finnlandi, handskrifaði bréf heim til Íslands og óskaði skógarbændum á Suðurlandi til hamingju með stofnun á þessu félagi. Og sagði í lokin, ef ég get eitthvað gert fyrir ykkur búsettur í Finnlandi þá hafið þið samband. Og þá var hringt í mig og sagt við erum á leiðinni, að mér minni 14 skógarbændur alls þar af landinu og þau komu heimsótt til mín til Finnlands og ég sýndi þau skóga í Finnlandi og það var mikið baráttu í þessu hóp, fullt af skógarbændum sem voru að starta skógrækt, nytjaskógrækt í einu landi sem hét Ísland. Og ekki svo lítið átak að hefja skógrækt, nytjaskógrækt í heilu landi og þessu hópur sagði strax við þurfum að mynda landssamtök og sem var síðan gert aðeins seinna. En þetta var mjög eftirminnilegt og þar af leiðandi þessi stofn, þetta ár, hvernig var stofnað þar í fersku minni hjá mér. En í stjórninni með mér er mikið á úrvalsfólki. Sigga Jóna eins og við köllum hana í Fosshaga er ritari og varaformaður Hrönn, gjaldkeri í Sólurging og Sólurveg meðstjórnendur og síðan hefur við hér öfluga varamenn sem starfa jafnmikið í stjórninu og við hinn sem mæta á stjórnarfundi og eru með. Markmiðið er að þetta er hagsmunafélag skógarbænda og félagsvæðið er sett frá Keflavík austur í Lón og markmiðið er að gæta hagsmuna félagsmanna og hafa samskipti við yfirvöld. Það eru náttúrulega stofnanir eins og við erum í nytjaskógrækt er mikið samskipti við skógræktina. En við líka erum að stuðla að aukinni fræðslu félagsmanna og að nýju leiðum til nýtingar skógarafurða. Og það er kannski það verkefni sem að blasir við okkur í dag vegna þess að allt hefur gengið vel og það eru skógarbændafélög hringinn í kringum landið. Þessi skýrsla má alveg ganga þannig að ég geti aðeins gert henni. Það er skógarbændafélög í öllum landshlutum og það er þannig að við höfum haft regnhlífarsamtök sem að heita Landssamtök skógareigenda en raunverulega voru þessi samtök sett í skúffu í sumar og þar sem að skógarbændur geta núna verið með beina aðild að bændasamtökum. Það er deild innan bændasamtakanna sem er skógareign og við aðeins fara að kalla hana skógbí og sem það verður á endanum ekki en starfið er í mótun en það verður aðeins komið betur inn á þetta eftir. Félagar geta raunverulega allir orðið sem eru eitthvað að stunda skógrækt eða skjólbeltarækt. Þannig að ég bara, já, það er raunverulega þannig. Og það er bara eitt félagsgjald sem að greiðist fyrir lögbýli, þótt að séu hjón og jafnvel fleiri. Og það var bara eitt félagsgjald fyrir lögbýli og það er 5.000 kr. á ári pluss bankagjald. Starfið hefur verið og er raunverulega þetta að við erum með náttúrulega aðalfundi og við höfum alltaf haldið aðalfundi landssamtakanna á 5 ára fresti en það verður ekki lengur.
árlega höfum við haft svokallar Jónsmessu skógagöngur sem hafa verið mjög vinsælar. Við höfum haldið alls konar fræðslufundi og almenna félagsfundi. Núna erum við að starta leshópum í þessum mánuði. Kynni það aðeins og eftir. Þetta er nýtt verkefni hjá okkur. Og síðan er nýtt verkefni sem er skógardagur sem verður haldinn í vor. Og hann verður með svolítið öðruvísi sniði heldur en aðrir skógardagar. Og síðan höfum við alla tíð stutt vel við skógareigendur blað sem að skógareigendur hafa gefið út. Og Lordinn í Ásgeiri, þessu köllum hann, Sigurður Jónsson, hann kom að því að starta þessu blað á sínum tíma og þetta hefur verið gefið út árlega í ábyggilega 20 ár. Og síðan höfum við verið að vinna að afurða og markaðsmálum, alls konar þróunarvinnu og erum að reyna að tengja okkur núna eins og skógræktinni sem er að vinna alls konar verkefnum með á fyrirtækjum eins og Lindby og fleirum. En við reynum að koma sterkar inn í þetta á næstu árum. En við erum líka í samstarfi við ýmsa aðila og við erum í samtali við skógræktina Árnesinga og hin og þessa. Og síðan náttúrulega erum við með fésbókasíðu og okkar heimasíða er skógarbóndi.is og síðan erum við hér fjármálin og félagsskrána og ef að félagar vilja hafa samband við okkur og síðan bara í lokinu þetta fallega merki sem var teiknað af Geir Thorstensinni og stofninn er sver og góður og laufblöðin eru við skógarbandinu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Björn. Þetta var mjög fróðlegt. En þá það næst í Sólu Gylfi að vera skógarbóndi. Já, gaman að vera með ykkur hérna. Við eigum auðvitað öll okkar svona sögu í skógrækt og ég ætla að segja ykkur okkar sögu, okkar hjóna og þá er spurning að fá upp á. Já, bara... Þetta er í raun og veru svona, við getum sagt það sem ég ætla að fjalla er svona að sá fræjum hvernig í raun og veru áhugi minn var til og svo bara undirbúningur drauma minna og þegar drauma rætast er náttúrulega alveg dásamlegt og síðan er svona vangaveltur það þegar að nytjaskógur verður til og í nútímanum að þá er alltaf við jóga og ég segi það er svolítið jóga að vera í skógrækt. Við setjum niður plönturnar og fylgjumst með þeim og svo er til fólk sem trúir því að ef maður heldur utan stólpann svona að þá fáum maður aukinn kraft og ef að maður fær þennan aukna krafta þá er það mjög gott. Ég hef nú reynt þetta okkur sinnum og ég er ekki frá því að ég þarf að halda dálítið lengi til að finna kraftinn en hann er enga síður til staðar og svo segi ég líka að það er lífsstíll að vera skógarbóndi og það er engin skömm á því. Mér finnst líka lífsstíll. Ég er alveg sammála Kristjáni vini mínu Þór sem var nú landbúnaðarráðherra. Hann sagði að það væri lífsstíll að vera bóndi og það voru margir bændur sem urðu hálffúlir yfir þessu en þetta er lífsstíll. Og svo velti ég fyrir mér hvort að við verðum rík á því hvort við verðum rík á því að vera skógarbændur og hérna erum við hann leik okkur í skóginum, þetta er Margrét dóttir mín og þessi fallega hundur og svo náttúrulega var við að grilla SS-pilsur, þarna held ég maður rétt. Þá ætla ég að fara í næstu glæru en ég ætla að fara aðeins yfir hvernig þessum fræjum var sáð og hvernig fræjin spíruðu. Afi minn Íslaugur Sveinsson, hann var trésmíðameistari og var svolítið á undan sinni samtíð. Hann var skógræktarmaður og einn af frumbyggjum á Hvolsvelli. Hvolsvöllur fór að byggjast í kringum 1930. Hann flutti húsið sitt, hann var bóndi í Fljótshlíðinni og flutti af því að Þverá var að taka landið frá honum og það var erfitt að búa þannig að hann flutti húsið, byggði sér nýtt hús á Hvolsvelli og hann sendi mér bréf þegar ég var við námi í Danmörku og sendi hann bréf og það var svona kínversk speki í bréfinu. Hann sagði að þú vilt vera glaður eitt kvöld, farðu þá á Krána en að þú vilt vera glaður allt þitt líf, ræktu þetta skóg. Og
þessu tíma var ég miklu duglegri að fara á krána og hugsaði ekkert mikið um þessa speki, en þetta er mikil speki engu að síður. Nú, hann var líka á undan sinni samtíð. Hann renndi úr eigin viði. Hann var fæddur sem sagt 1900 og dó 80 sem skamall, en hann var fann að brúka viðinn þarna úr eigin ræktum. Og hann gaf öllum nýjum íbúum á Hvolsvelli sem byggði sér hús, plöntu þegar þeir fóru að flytja inn, og það eru ótrúlega margir sem hafa sagt við mig, ekki óskaplega er mér hlýtt til aðeins, af því meðal annars hann gerði þetta með þessum hætti. Nú er Hvolsvöllur skógi vaxinn og akkúrat við þetta er húsið hans afa og ömmu og kallast nú Ömmubær, og ef þið keyrið Hvolsveginn, þetta er elsta gatan á Hvolsvelli, að þá sjáu þessi hús, þetta hús og svona minnismerki hann, og hérna þessi tré sem hann byrjaði að rækta á 5. áratugnum, hann þurfti að skýla þeim með hérna striga, og sama hátt með foreldra mína sem bjuggu þarna, þau sem sagt gerði þetta með þessum hætti. Nú, ég segi líka að lengi býr af fyrstu gerð, og þetta er yngsti íbúinn á Uppsölum með gleraugu ömmu sinnar og alnöfnu, og ég er alltaf að vona að ég geti smitað þetta unga fólk af skógræktaráhuganum. Og ég líka velti fyrir mér hvaðan áhuginn kemur. Hann kemur auðvitað frá foreldrum mínum og afa Íslefi, og ég var einnig sendur á skógræktarnámskeið, ég var sendur, takk eftir, svona 16-17 ára á skógræktarnámskeið á Hallormsstað, og það var eins og þegar ég verið í námi í Danmörku, það var miklu meira fjör á kvöldin heldur en að deginum til, en engu síður þá hafði þetta býsna jákvæð áhrif á mig. Þá kynntist ég líka skógræktarmönnum eins og Hákoni Bjarnasyni sem var mikill frumkvöðull og seinna Sigurði Blöndal. Þeir voru okkur þarna og voru að kenna okkur krökkunum, og þetta var auðvitað mjög skemmtilegt og ómetanlegt. Og þetta hef ég verið að velta auðvitað fyrir mér síðan, hvernig sem sagt þetta var nú allt til. Ég er að hafa þetta í réttri röðinni. Og ég talaði hérna hinn rómantíska skóg. Það er bæði rómantískt og skemmtilegt að vera í skóginum, til dæmis í Sönniborg í Danmörku, þar sem ég fór oft og hljóp og hjólaði og gekk, og svo ekki sér talað svona aðra hluti sem að þegar maður verður gamall kalla þá svona var maður pínlítið slægir aðeins hraðar hjarta þegar maður minnist þess hvað var rómantist að vera í skóginum. Nú er í raun og veru kannski komið bara sama tilfinning þegar við verum í skóga eins og Tumastaðaskóg, Tunguskóg og hvað þeir heita nú allir þessi skógar. Ég ætla bara að nefna þessi í Rangárþingi. Já, ég vissi það. Ég ætlaði bara að fá þetta aðeins, fá þetta til að fylgjast með. Nú, ég ætlaði mér aldrei að vera skógarbóndi, ég ætlaði mér að vera poppari. Það tókst nú ekki, en ég reyndar komst einu sinni í skólahljómsveit þar sem var keppni milli manna og ég sló KK út þá, en ég þakka Guði fyrir að hafa ekki orðið poppari. Enga síður, það er miklu skemmtilegur skógarbóndi. Nú, séð ekki á næsta mynd, og þá sjáu þið hérna, ég er í raun og veru ekki skógarbóndi, það er konan mín. En gárungandi segja, allt sem ég sett niður, það virkar svo stórt, jafnvel hérna þessar bakkablöndur. Og þegar við Steinunn, konan mín, fórum að rugla saman reytum, kom í ljós að hún hafði græna fingur og var dugnaðarforkur. Amma hennar, hún var á Akranesi og hún flutti kartöflurækt frá Akranesi í Þykkvabæinn. Þannig að það eru svona, þessi gen eru fyrir hendi í okkur báðum. Og svo keyptum við okkur hús á Hvolsvelli 1990, það var með gríðarlega stórri lóð og þar var mikið af sjálfsáningu og við fórum að hirða plönturnar og setja í potta og við höfum búið til moltu alveg í 30 ár og það er þetta besti áburð sem hugsast getur. Og seinna eignaðist við svona sumarbústaðaland þar sem við fórum að rækta og hérna er einmitt húsið sem við áttum á Hvolsvelli sem er ekki lengur, en það var mjög mikið að skemmtilegum plöntum þar og meðal annars var sem við nýttum okkur svo seinna. Sem þingmaður þá lét ég mér skógræktvarða og fyrsta þingsályktun mín, hún fjallaði einmitt nýtingu trjáviðar sem tilfellur við Grímsvötn. Þetta var 1995.
og það voru auðvitað kvennalistakonurnar sem voru tilbúnar að skrifa undir þessa fáránlegu þingsályktunartillögu og Jón Kristjánsson frá Egilsstöðum af því að hann var náttúrulega þekkt í skógrækt og svo var líka aumingjagóður. Og þess vegna skrifaði hann upp á, en ég minnist þess líka 1995 ég stóð í þingsal og fór með þessa tillögu, það var svona glottið á sérstaklega köllunum, hvaða vitlýtingur er nú komið hér. Og þetta var Gestur Árðarsson sem eiginlega hvíslaði þessari þingsályktunartillögu að mér. Ég er líka stoltur af því, það tók nú ekki nema 8 ár komin í gegn, en hún fór í gegn og var samþykkt. Síðan var ég fyrsti formaður Suðurlandsskóga og við unnum að því saman hérna félagarnir og Björn er búinn að fara yfir það. Við getum sagt þetta margar sögur af því en við erum ekkert að því núna. Jæja, þá fáum við næstu. Og þegar við keyptum jörðina Uppsali 2001 sóttum við strax að vera þátttakendur í Suðurlandsskógum. Ég hætti þá strax sem formaður vegna þess að það þótti ekki mjög svona sexy, ef ég nota svona ungmennaorð, það þótti ekki mjög skynsamlegt að formaðurinn væri í skógrækt sjálfur, sem er reyndar alveg fáránlegt, en vegna þess að áhuginn var fyrir hendi og ég hefði svo sem alveg getað haldið áfram, en ég ákvað sem sagt að hætta. Steinunn mín er sem sagt hinn formlegi skógarbóndi, ég er svona taglnýtingur hjá henni. En þvílík gæfa að byrja skógrækt fyrir 20 árum og við erum búin að planta um það til 140.000 plöntum og bæði úr skógræktarverkefni og svo höfum við líka sjálfsáð og svo framvegis og framvegis. Og til dæmis hérna hjá okkur er skógur, ég syndi alltaf á morgnana klukkan 7 með vinum Dóra í Vesturbæjarlauginni. Þeir plöntu trjám hérna fyrir mig og koma svo með jöfnu millibili og bera á trén með einum og öðrum hætti og þeir kalla þetta hlandbyrgi, hlandösp og svo framvegis af því að þeir hafa gaman að þeir segja að þetta skiptir svo miklu mális í lífræni áburði sem þeir bera á. Nú, Hlynur kemur betur inn á danska fánann á eftir. Hérna. Nú búum við hjónakotinn á Uppsölu. Þar eru komin 2 af 4 börnum okkar og hafa verið að byggja sér hús. Þetta hús er í byggingu núna sem þið sjáu hérna á myndinni og við eigum 4 barnabörn sem þarna eru og nú kemur skólabíllinn í hlaðið á Uppsölum og svo framvegis og framvegis. Þannig að það er líf á Uppsölum og þar er líka framleitt Uppsala hunang sem einmitt dóttir mín framleiðir. Svo fáum við næstu. Og ég velti fyrir mér hvort við verðum rík á því að stunda skógrækt og ég segi að við verðum ekki endilega rík svona peningalega. Af því að peningar er ekki allt í lífinu en við verðum óskaplega rík innra með okkur. Fylgjast með trjánum og fá í raun og veru orkuna, skynja náttúruna og svo framvegis og þetta þarf ekki að segja ykkur. Það er í raun og veru gæðastundir að gróðursetja og skógrækt er auðvitað áhugamál og það er lífsstíll að vera skógarbóndi og ég er mjög stoltur af því og hérna er til dæmis tré sem ég var að sýna vinum mínum í dag, þetta er beikitré sem er svo fallegt að það sem þetta er kanngrænt núna, svo verður það svona koparbrúnt. Fellir ekki laufi fyrir en að kemur svo nýtt lauf aftur og ég er ægilega stoltur af því og Bjössi var smá afbrýðisamur þegar sá hvað gekk vel með þetta tré. Hvað er þetta gamalt tré? Þetta tré er svona á að giska 10 ára. En þá hef ég lokið máli mínu. Við ætlum bara að keyra fyrirlestrana áfram og fyrirspurnir og umræður á eftir, þannig að ef þið viljið spyrja eitthvað þá bara nótið það hjá okkur. En næst er hann lesóparnir. Já. Það er hann Björn. Bara örstutt, við erum að setja á stað lesópa núna í október. Hver lesópur verður að hámarki 12 manns. Þetta er 3 ára verkefni og
sjálfsögðu kostar ekkert að vera í leshóp, en leshóparnir koma til með að hittast kannski 4 sinnum á ári heima hjá því fólki sem að tekur þátt í leshópnum, og leshóparnir eru hugsaðar þannig að það tekið fyrir eitthvað ákveðið við hverjum hitting, kannski verið að tala ábyrgðargjöf eitt kvöldið eða hugsaðlega val á tegundum annað kvöldið, og allir koma þá vel undirbúnir, búin að lesa sig til viðkomandi efni sem á að ræða, og ef þetta eitthvað mjög þungt þá hefur hópurinn heimild til þess að kalla til einhvern sérfræðing, og félagið ætla að setja sem 50.000 á leshóp á árið til þess að setja að borga bensín eða eitthvað. En sjálfur ég mjög spenntur, ég ætla að taka þátt í einu leshóp og hef nú ekki gert það áður, en þetta form mjög þekkt eins og sænsku skógarbændur, þeir nota þetta mjög mikið, og við þekkjum þetta aðeins hér líka eins og á Suðurlandi. Við höfum prófað svona og tókst mjög vel, og þeir sem tóku þátt hafa verið að spyrja, getum við ekki fengið leshóp aftur. Þannig ég hvet ykkur sem að vilja koma með í leshóp að skrá ykkur, að senda tölvupóst á mig eða Siggu Jónu eða hringja. En fyrsti leshópurinn fer örugglega af stað núna. Það komið allavega í einn leshóp, og næsti leshópur verður trúlega fylltur núna bara á næstu dögum eða ekki í kvöld. Og síðan setjum við af stað fleiri leshóp eða það verður eftirspurn. En við sýnumst öllum að það verða allavega 2 leshópar sem fara af stað. En við vorum að vonast til að ná einu leshóp með þeim sem hafa áhuga fyrir skjólbeltarækt, öðrum sem hafa áhuga á skógrækt en eru kannski ekki með samning við skógræktina, og 3. leshópurinn yrði fyrir þá sem eru með samning við skógræktina en nytjaskógrækt. Ég held þetta sé allt, en það blað sem hefur gengið, og ég hvet ykkur, þetta bara skemmtilegt, ekki kvöð, en þarna náðu þið að kynnast öðru skógarbændum með sömu vandamálin eða sama og við erum að gera. Takk. Já, það eru blöðin hérna fyrir framan ykkur, eru hérna leshópana, og síðan að ganga skráningablað. Er það ekki? Jú, það 2 blöð hérna leggja af stað, og líka bæta því við sem að held ég að ekki komið fram að þeir sem taka þátt í leshóp þurfa að vera skráðir félagar. Það skilur. Ég gleymi því alltaf. En ef þeir ekki skráðir félagar þá það lítið mál, það bara einn tölvupóstur, og síðan rukkunum 5.000 á ári. Þannig að takk fyrir, ég gleymi þessu alltaf, þessu mikilvæg atriði. Má ég þá bæta við, einhverjir hér sem vilja ganga í félagið nú? Þá læti bara ganga blað það líka. Þá það nýtt félagakerfi skógarbænda, það Guðrún Birna. Það spurning, það kaffi hérna fyrir þá sem vilja. Já, ef þið viljið kaffi. Standið bara hiklaust upp og fá okkur kaffi. Og með því. Þetta sko alveg sem ég á trúarsafniði sko, það gengur hérna miðum með því gangi í og þá veiðum við kaffi. Kaffi Það fyrir aflega sjálfsögðu. Jæja, þá ætla ég að reyna aftur með nýja félagakerfi skógarbænda. Það Guðrún Birna Brynjarsdóttir, og svo kemur Hlynur á eftir með erindi. Komið sæl, velkomin, gaman að sjá okkur svona mörg. Ég heiti Guðrún Birna og ég sé félagakerfi hjá félagið Talið og félagakerfið vissulega hjá Bændasamtökum Íslands. Ég ætla aðeins að fræða ykkur þessar breytingar sem hafa raungerst núna í sumar, þegar að búgreynafélögin gengu öll undir sama hatt og eiga núna öll heima saman undir hatti Bændasamtökanna. Samtökin eiga sér mikla sögu og eiga sér sögu allt frá 1837, og svo verða Bændasamtökin í þessari mynd sem að kannski flest okkar munum eftir að þekkjum 95. Það eru í kringum 1800 bú á landinu, og sem eiga náttúrulega bara eftir að aukast með tilkomu skógarbænda. Og það eru sem sagt núna 1. júlí komu öll nýju búgreinafélögin inn undir hatt Bændasamtakanna, og saman erum við þetta sterka
aðhald sem og samband við ríki og sveitarfélög sem þörfin á. Stjórnir yfir hverri deild og funda í hverri viku og það náttúrulega búgreinaþing sem haldið samhliða búnaðarþinginu sem stefna viðkomandi búgreinar mótuð. Hlutverk bændasamtakanna eins og ég segi að beita sér fyrir bættum kjörum og aðbúnaði fyrir félagsmenn á öllum sviðum. Skógarbændur eru það heppnir að þeir ganga rauninni þvert á allar búgreinar. Þú getur verið skógarbóndi og sauðfjárbóndi eða garðyrkjubóndi eða æðarbóndi þess vegna. Þú getur alltaf ræktað skóg og þess vegna mjög mikilvægt að vera að fá skógarbændur undir hatt bændasamtakanna. Við sinnum útgáfu miðlum upplýsinga, við verjum hagsmuni félagsmanna og svo náttúrulega erum við með umsjón ýmis verkefni og opið samtal við ríkisvaldið. Við erum náttúrulega fyrst og fremst með hagsmunagæslu. Það rauninni tvíþætt hagsmunagæsla, stóru málin sem þvert á búgreinarnar og þjónustan, svo við einstaka félagsmenn sem það þyngri mál. Félagsmenn geta leitað til okkar, við erum með lögfræðinga okkar snærum, við erum með sérfræðinga sem þekkja vel inn á hverju búgreinar og hann Hlynur sem tekur til máls á eftir, hann tengiliður skógarbænda. Og svo erum við einnig með málgagn allra landsmanna bændablaðið, það okkar snærum sem kemur út á 2 vikna fresti. Ég býst fastlega við því allir hér inni leyst það. Og svo erum við með ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, RML, og nautastöðina Hesti í Borgarfirði. Svona lítur skipuritið út eins og það breyttist 1. júlí. Það stjórnin sem ákvarðar rauninni og formaðurinn Gunnar Þorgeirsson og hann biður fyrir góðri kveðju á fundunum. Framkvæmdastjórinn Vigdís Hassler og svo skrifstofan og útgáfa kynningarsvið sem bændablaðið og fagsvið búgreinar sem þessi sérfræðingar sem ég ræddi og svo nýstofnað markaðssvið. Félagsgjöldin ný, það nýtt að ákvarða félagsgjöldin samkvæmt veltu og eins og Ísólfur Gylfi kom inn á áðan, það verður víst engin hugsa endilega gróðan í skóga hjá skógarbændum. Þannig að lágmarksgjaldið inn í bændasamtökin 15.000 krónur og það fyrir ársveltu innan greinarinnar upp að 1,9 milljón og þá orðinn fullgildur meðlimur á bændasamtökum. Og við vinnum þá að þínum hagsmunamálum. Og það rann upp fyrir mér áðan að ef skógarbændur sameinast og ganga í bændasamtökin, þá geta það verið þriðji stærsti aðili innan bændasamtakanna og þar af leiðandi aukast þeir aðilar sem þeir fá inn á búnaðarþing. Þannig að það til mikils að vinna fyrir skógarbændur að sameinast þarna inni og verða öflugur málsvari skógarbænda á Íslandi. Svo hægt að leigja sér orlofsíbúð, fá afslátt af forritum. Þú átt rétt á að sækja stuðning í velferðarsjóð og í starfsmenntarsjóð og svo náttúrulega má ekki gleyma því eins og ég kom inn á að samtakamáttur heildarinnar gífurlega mikilvægur og verður náttúrulega meira eftir því sem fleiri taka þátt. Það 3.000 félagsmenn í bændasamtökunum og félagsgjöldin eins og ég sagði innheimt eftir veltuþrepum. Það þarf að skrá veltu að allri landbúnaðarstarfsemi og þar með talið beingreiðslur og styrki án virðisaukaskatts. En landbótaverkefnastyrkirnir þar undanþegnir sem miklu hjá skógarbændum. Lágmarksgjaldið 15.000 krónur og hámarksgjaldið 3.000 milljónir. Einhver borgar 300 milljónir? Ekki með vitandi. En það aldrei að vita. Erum við ekki alla að vaxa? Og það ekkert mál. Ég get aðstofað ykkur við að ef þið hafa einhverju spurningar hvernig hægt að vera félagsmaður, þá getið þið komið til mín á eftir. En annars bara best að fara inn á bondi.is og þar undir bændatorginu hægt að skrá nýjan notanda og þar með rennur umsóknin ykkar inn og ég tek við henni og hef svo samband. Þannig að nú ætla ég að láta boltan yfir til hans Hlyns og hann ætlar að taka fyrirlesturinn áfram. Komið þið sæl og gaman að vera með ykkur. Það 5 sambærileg félög á öllu landinu, félags- skógarbændafélög og þau öll mjög virk og fólk mætir og hefur gaman í alls konar samkomur. Það samt ekkert sjálfgefið að svona skógarálar komið saman og hafi gaman.
eða fæðist eða hvað það er. Og LSE var til út af þessum félögum. LSE hefur dafnað, orðið stærra, orðið, hvað maður segja, máttúra jafnvel. Það verið að hlusta á skógarbændur nú orðið. Og þetta hefur vaðið upp á sig og þegar ég tók við starfi Hrannar hérna 2018 sem framkvæmdastjóri Landssamtaka skógareigenda, þá skömmu eftir að ég tók við starfinu þá fékk ég skrifstofu í bændahöllum og var þar að vinna með sauðfjárbændum, búabændum og öllum þessum bændum. Og það er aldeilis búið að hlusta á okkur, vil ég meina, því að eitt af fyrsta verkefni sem ég fór í stefna umhverfis- og loftslagsmál bændasamtaka. Það var unnið, eins og Guðrún Birna kom inn á, að það var þverrfagilegt, það var að tala við alla. Sauðfjárbændur töluðu við okkur og nautabændur og allt þetta. Og það var þessi fína stefna og aldeilis hlusta á kjörorð okkar að rækta skóg. Jæja, og við erum að vinna ýmis verkefni. Björn hefur til dæmis tekið góða skýrslu þarna, sem var nefnd hérna áðan, og fleira, og það var það margt í burðarliðnum. Helling í burðarliðnum. Það er verið að vinna með pólitíkinni núna þessa dagana. Það var eitthvað sem gekk yfir sem hétt kosningar núna fyrir skömmu. Allir frambjóðendur komu og töluðu við bændasamtökin og áherslur voru lagðar fram þar. Og mikið og gott samtal á öllum flokkum. LSE, félagsmenn LSE áramótin voru rúmlega 600. Eins og Guðrún Birna sagði, ef það hefði verið félagsmenn að tala inn í bændasamtökin, þá verður við þriðja stærsta félagið, félagið. Og eins og segið, þá er mikið hlust á okkur. Það afurðamálin eru náttúrulega okkar helsti, okkar þessa hóps vil ég meina, okkar helstu verkefni framundan. En fólk horfir svolítið á tískuorðið kolefnisbinding. Kemur því betur og eftir. Stjórnvöld vilja sem sagt draga úr losun og auka bindingu. Það eru aðgerðir sem hafa að ganga í þau verk. Meðal annars er eitt verkefni sem er RML, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins rekur, og það er loftslagsvænn landbúnaður unnið með skógræktinni. Og það gengur rauninni út á að meta olíu og áburð, hvernig við getum gert græna bókhaldi okkar betra á búunum. Svo er mótvægisaðgerðin við það, binding kolefnis til dæmis, og rauninni sú aðferð sem mest er viðurkennd í dag, eða má segja. Því þetta er eina alþjóðlega aðferðin sem móðir jörð hefur gefið, það er vottað kolefni í trjám. Og við erum bara að nota þessa aðferð. Kolefnisbrúin er verkefni sem við erum búin að vera að vinna undanförnu, og það er kannski, Landssamtök skógareigenda eiga fólksvísirinn að því. Bændasamtökin komu inn í það og núna upp úr áramótum var stofnað félag þetta, hlutafélag, þar sem upp úr miðju ári, þegar bændasamtökin voru sameinuð, eða öllu heldur, þar að segja aðildarfélögin voru sameinuð til bændasamtökin, þá er ennþá meiri áhersla á þessi mál. Það er meiri svo mikil og þung áhersla að það á að koma sér inn í sáttmála ríkisstjórnarinnar með bara þunga, og ég vona að það takist. Með einhverju móti, þá verður við allavega með einhverju móti að stemma stigu með þessum loftslag. 27. nóvember verður málþing í Borgarnesi. Það verður líka streymt á netinu, á YouTube, en endilega mætið satt. Það er rúsínið í pylsuendanum. Þarna verður
Ég nota oft gjarnan orðið flugeldasýning, af því að það er svo gaman að nota orðið flugelda af því að það er svo mikið kolefni sem fyrir loftið þá. Það verður farið yfir helstu málin sem brúin er að gera og það er svo margt sem er að gerast akkúrat þessar mundir. Sambærilegt og samningur við Skógræktina og Festi sem ég kannski muni eftir í fjölmiðlum núna nýverið. Það er bara eitt lítið dæmi, það eru fleiri dæmi. Grunum að vera fjallað meira þetta á eftir. Og þú ætlar að tryggja það þetta í borgarna sem verður búið að taka atkvæðin úr hérna? Já, við ætlum að endurtelja atkvæðin. Óskaplega verður gaman. Jæja. Og það verða einhver þingsæti flutt. Jæja. En allavega, þetta er búið að standa yfir lengi og Garðyrkjubændur hafa til dæmis stutt vel við bakið á okkur þessari vinnu að undanförnu. Það er nefnilega frægur leikari hér í salnum, en ég ætla ekki að fara yfir það núna. Sko, það verður, eins og segir, þetta verður meira útskipt á þessu málþingi. Rúsínan sem ég var að tala í maí var ákveðið LSE að sameinast Bændasamtökunum. Það var ekki haldin hefðbundin árshátíð í kjölfærið af þeim aðalfundi. Hugmyndin er sem sagt sú að halda árshátíð einhverju formi LSE í kjölfærið á málþinginu. En málþingið á að standa yfir frá til 1 til 5 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er margt framundan og eins og ég segi aftur að við erum að vinna svo mikið saman inn á hæðinni. Ég til dæmis fæ að sitja með öllum hinum fögunum í hverri viku og við förum yfir öll þessi mál. Ég veit hvað er að gerast hjá Heiðrum og þau veit hvað er að gerast hjá Skógarbændum. Það er þar leiðandi svolítið mikilvægt vil ég beina að við sýnum okkur svolítið þannig innan þessari nýju samtaka og vegum þungt þar inni. Þetta eru stóru búgreinar, sauðfjárbændur og kúabændur hafa sitt og hinnar búgreinar líka sjálfsögðu. En við höfum bara svo mikið að segja, við höfum svo skemmtilega, ég veit ekki hvort ég að segja langaða stutta sögur að Skógrækt, en það er bara svo margt sem við höfum fram að færa. Danski fáninn, sem við sáum á glærunni og Ísólfur Gylfa hérna áðan. Fyrir 200 árum voru Danir svona það bil í sömu sporum og við öll okkar land. Þjóðverjar fönguðu þá og sögðu að það væri kannski réttast að þið gróðursettu hér og gerðu landið ykkar betra, jöfnveld, sem þeir og gerðu. Þess að byrja 1/3 af landinu í dag laufskógur og hitt bar og jólatré reyndar, en mjög duglega þar. Þau tré sem eru nú 100 til 200 ára gömul eru yfirburða langt dýrust í Danmörku. Það er hægt að selja þau á himinháverði og sjáu þið beikið sem að vex þarna 10 ára gamalt. Já, líklega er það 15 ára gamalt, ég fór að hugsa. Það eldist með hverri sekundunni. Þannig þið sjáu það, ég sagði 200 ár, ég held ég það geta nefnir 50 með þetta. Þannig að við megum bara að horfa björtum augum fram í skóginn okkar. Og eins og segir, það er í mörg horn að lita og framöndan og við getum alveg verið stolt. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Hlynur. Þetta var bara mjög fróðlegt. En þá er sá síðasti á mælendaskrá hérna hjá okkur. Það er hann Trausti Jóhannsson og hann ætlar að flytja erindi horfur til framtíðar í